rætt svolítið málefni háskólans undanfarnu, svona tvennum ástæðum, bæði hugmyndir breytingar á stefnu háskólans, rætt við fjölda fólks það. Við höfum líka rætt hugmyndir breyta svona vinnuaðstöðu sem menntavísindasvið og fleiri svið háskólans fá í Hótel Sögu þegar það verður tekið í gagnið. Rættum hér við Auði Magdísi og Íris Ellenberger daginn og við ætlum að halda þeirri umræðu áfram að því hún skemmtileg. Og hingað eru kominir tveir háskólaborgarar, Meyja Margrét Jóhannu Brynjarsdóttir sem prófessor í heimspeki og Arngrímur Vídalín sem lektor í íslenskum fræðum eða ekki. Verið velkomin. Takk. Herðu, þetta með vinnuaðstöðuna, þetta gengur út á það að fólk sem hefur hingað til fengið að vera á skrifstofu, einhverjum kompum, sett núna yfir í opið rými, þar sem að enginn á skrifborð, enginn á tiltekið svæði eða bókaskap, en bara leigjendur, förufólk á skrifstofunni. Þetta ekki svona, lýst ekki einhvern veginn? Jú, þetta náttúrulega, þetta er kallað verkefnamiðað vinnuumhverfið eða verkefnamiðað vinnurými en hefur verið uppnefnt sem verkgangsmiðað vinnurými. En hvaðan kemur þessi hugmynd? Er þetta að krafa háskólafólksins að nýta reynsluna af svona háskólatorgi þar sem hugmyndina mætast í opnum rýmum og kemur eitthvað gott út í? Hugmyndin þvingað upp á okkur. Þetta hugmynd sem í raun og veru fundin upp í Hollandi kringum 1996 af Erik Veldhoven. Kannski engin tilviljun að fyrirtæki hans var ráðið til þess að hanna rýmið okkar. Halda svokallaða samráðsfundi með starfsfólki háskólans þar sem að okkur stöðugt sagt að við höfum rangt fyrir okkur þarfir okkar þó að þetta heita þarfagreiningarfundir. Og eftir hvern einasta fund, þá næsti fundur tabula rasa. Þá sem sagt mæta þeir aftur og eru búin að gleyma öllu því sem þeir höfðu rætt síðast og halda áfram að þvinga hugmyndinu ofan í okkur. Þetta reyndar hluti af hugmyndafræðinni sem vel skjalfest af meðal annars í ritrýndum rannsóknum að alltaf þegar að Veldhoven ráðið til þess að hanna verkefnamiðið vinnurými þá gengur hugmyndafræðin út á það að í raun og veru segja stjórnendum í fyrirtækjum og stofnurum að í raun og veru reyna að heila þó starfsfólk til þess að sætta sig við og því það veit ekki hvað sér fyrir bestu. Já, og að vinnu aðferðir fólks sem hefur jafnvel starfað áratugum saman og veit nákvæmlega hvernig það á að sinna sinni vinnu, þær séu bara gamaldags úreltar og ég verði að vitna bara orðrétt í einn fulltrúa frá Veldhoven á fundi á menntavísindasviði þegar vegna þess að menntavísindasvið í raun og veru kanarifuglinni í þessari kolonámi. Við verðum fyrst til þess að þurfa að sætta okkur við þetta og einn starfsmaður hjá okkur spurði hvers vegna eigum við að fá miklu verri vinnuaðstöðu heldur en allir aðrir í háskólanum hafa nú þegar og þá svaraði einn fulltrúi Veldhoven: hver segir að þið verðið ekki með þeim en betri vinnuaðstöðu en allir aðrir? Það svona sem að þeir snúa öllu við og reyna að í raun og veru gaslýsa starfsfólk. En þú segja að þetta var á 96, það nú bara eiginlega gær, stutt síðan, ekki komið mikil reynsla á þetta. Þannig að þetta eitthvað meira heldur bara opin vinnurými. Ég var í blaðamennsku í Kanada og þá sáu stjórnendur blaða all the president menn, sást inn á skrifstofur Washington Post sem var opið rými og þá var öllu breytt yfir í opið rými af því að það var smart. En þetta eitthvað annað og meira heldur en bara opið rými. Já, sko þetta hefðbundna opna vinnurými, það sér maður fyrir sér einhvern svona sal þar sem að allir eiga sinn bás eða sitt skrifborð en verkefna með vinnurými þá þá á enginn að eiga sitt fasta skrifborð, heldur á fólk bara að byrja daginn á því að setjast þar sem það finnur laust pláss og það þýðir auðvitað að það á að skila auðu borði í lok vinnudags. Það má ekki skilja neitt eftir á borðinu. Þannig allt sem að þið að rannsaka að vera að komast til í tösku, bara eins og hjá heimilislausu fólki. Það geta borið alltaf sínar eigur. Já, mér skilst að það eigi kannski að fólk fái einhvern geymsluskápi eitthvað svoleiðis þannig að og þetta er kallað verkefna miðað af því að
af því að fólk á að vera að nota mismunandi vinnustöðvar eftir því hvaða verkefni það að fást við og sem að hljómar kannski svolítið undarlega ef við erum að tala eins og störf háskólakennara sem það ekkert sem segir að það sé ekki hægt að nota sama skrifborðið hvort sem að undirbúa kennslu, fara yfir verkefni, skrifa einhverja grein eða lesa eitthvað en þarna áherslan á að fólk eigi alltaf að vera að færa sig á milli vinnustöðva af því að þær séu lagaðar að hinum fjölbreyttu verkefnum sem fólk vinnur. Það einu vinnustaða þar sem að þið getið lesið í næði, önnur þar sem að þið getið verið að skrifa, þriðja þar sem þið eru í ykkur hópstarfi með litlum hóp, öðrum þar sem eru á stærri fundi, eitthvað svoleiðis. Já, og jafnvel og eins og í þessum tillögum fyrir menntavistarsvið, þar það talað sitt hvora hæðina eftir í hvort fólk að vinna í rannsóknum eða einhverju sem tengist kennslu. Þannig að upp á 5. hæð á fólk að vera að vinna í sínum eigin rannsóknum og þar eru einmitt mismunandi rými eftir því eitthvað kallað fókusrými og sem að samt reyndar flest þau rými eru með nokkrum skrifborðum í sama herbergi þannig að það ekki að fólk fá að vera alveg næði en svo eru einhver svona prívat herbergi sem eru ætluð fyrir símtöl og fjarfundi og mögulega hægt að bóka þau líka fyrir til að vera eitthvað að einbytta sér og svo að vera Þú kannski taka viðtöl eða þú ert að rannsaka eitthvað svoleiðis eða þetta tala við eitthvað er það þá sér herbyggi? Já, og svo eru einhver svona misstór fundarherbergi mitt eða fundar svona svæði og svo á að vera annað rými sem að þar sem fólk á að vera að stunda nýsköpun og við eitthvað svona stórt skrifborð sýnist mér, ekki skrifborð, stórt fundaborð og enn annað þar sem á að fara fram eitthvað sem kallað úrvinnsla og þannig að það eru svona mismunandi en svo ef fólk að fá undirbúa kennslu eða fara yfir verkefni eða eitthvað þannig þá að það fara niður 3. hæð og flytja sig milli vinnustöða þar. Þannig látið eins og rannsóknir okkar á kennsla séu alveg óskild atriði þegar við erum ráðin sérstaklega sem sérfræðingar á tilteknu sviði til þess að kenna tiltekna greinar sem að tengjast rannsóknarsviðinu. Þetta órjúvanlegur þáttur af okkar starfi að kennslan og rannsóknirnar eru í raun og veru eitt og sama fyrirbæri og það er mjög fyndið að á einum af þessum samráðsfundum þá vorum við að eitthvað að pota í þessar fyrirætlanir og hvað heldur hann hafi sagt einn af gæjunum frá Feldhóin annað en kyrrseta svo óholl það einhver banvænasti lífstílsjúkdómur nútímans og þið fá svo mikla hreyfingu út Hann lappa á milli Já, og milli hæða og hafa engan stað til þess að geyma rannsóknargögnin okkar það í raun og veru ein helsta ástæða þess fyrir utan næði sem við þurfum að akademíski starfsmenn hafa þess að haft skrifstofur í árhundruðir það vegna þess að við þurfum líka rými til þess að geyma gögnin og það einfaldlega ekki satt sem að talsmenn verkefnamiðaðra vinnurýma að halda fram að allt sé komið á internetið í dag það bara alls ekki tilfelli Þið lýsir svo svolítið svona eins og hálfgerðum farsa það séu ykkur menn út í Hollandi sem að ímynda sér hvernig væri best að ráðstafa ykkar vinnutíma og vinnustundum og öðru slíku en hafið við aldrei rætt við einn sem á að vinna inn í þessu. Þetta sé byggt svona hugmyndum og svörin sem að þú ert að vitni eru virkar svolítið í öll. Þetta nefnilega það var tekin ákvörðun á stjórnsýslustiginu hérna á Íslandi að opinbert starfsfólk ætti að vinna í verkefnamiðuðum vinnurýmum löngu áður en það var farið í nokkurs konar þarfagreiningu á ólíkum vinnustöðum. Hver tekur það ákvörðun? Ríkisstjórnin. Þetta í fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar að árið 2028 held ég að sé eigi 65% ríkisaðila að vera komin í verkefnamiðað vinnu umhverfi.
Það er örgulega til þess að spara húsnæði. Ég býst við því að þeir reiknið það út að sé að þetta koma þegar þú ferð að kenna, þá getur annar nota skrifborðið þitt á meðan. Já, þetta er sparnaður á ferð. En er eitthvað annað sem ég sjá fyrir sér að það bara komi bara meiri vinna út úr ykkur þegar þeir eru að fara á milli hæða? Sko, það er það sem að hollenska ráðgjafafyrirtæki segir og það sem að íslensk stjórnvöld og stjórn háskólans virðist hafa samþykkt að hljóta að vera rétt hjá þeim. Að þetta auki afköst, samstarf, ánægju og ég veit ekki hvað annað. En það eru bara, það er til fjöldi ritrýndra rannsókna á slíkum vinnurýmum, bæði hefðbundum opnum vinnurýmum með föstum starfsstöðum og á verkefnamiðuðum vinnurýmum þar sem að enginn hefur sína starfsaðstöðu fasta og staðreyndin er svo að númer 1 í raun og veru sko sparnaður í rekstrakostnaði er valla marktækur vegna þess að ótrúlega margir vinnustæður þurfa hvort sem er að hætta við þetta allt saman á 2-3 árum þegar kemur í ljós að starfsfólk mætir ekki lengur í vinnuna. Í öðru lagi þá kemur í ljós að verkefnamiðuð vinnurými hafa mjög neikvæð áhrif á starfsanda, líðan, sjálfsmynd, fólk fer oftar í veikindaleyfi, það hættir að mæti vinnuna, það segir upp störfum, jafnvel lykil starfsfólk sem hefur starfað áratugum saman finnst að þess ekki hlustað á það og það bara fer. Og nú eru þetta vandinn sá að það er ekkert hlaupið að því að fá starf við háskóla nokkur staðar í heiminum. Tökum bara dæmi úr segjum starffræði, það er áreiðanlega 1 starf fyrir hverja 1000 sem útskrifast á hverju einasta ári. Og við erum settið þá stöðu að við erum loksins búin eftir sko áratuga basl að komast í þá aðstöðu að geta starfa við rannsóknir og kennslu. Og þá allt í einu að gera okkur starfið gjörsamlega ómögulegt á sama tíma og það er mjög erfitt fyrir okkur í raun og veru að leita okkur á annarri vinnu út af því hvernig aðstæðan er á þessum tiltekna vinnumarkaði ef svo mætti árið komast. Þannig að En er það ekki þannig að þegar þið komið með og bendið þessar greinar sem að sína þessa niðurstöðu, komið þeir þá ekki bara með ykkur aðrar sem að Nei, það þeir ljóta líka af grunni að því að þeir eru að halda því fram að þetta auki ánægju og bara styrki sjálfsmynd og gerir ykkur bara hamingjusöm. Þeir ljóta að vera með ykkur rannsóknir á baka það. Það hefur eitthvað lítið skila sér af þeim. Það hefur náttúrulega verið margspurt. Þau bara finnst þetta? Já, það hefur verið margspurt þær rannsóknir en þeim hefur ekki, þær hafa ekki verið lagað fram. Þegar ég sé þér. Nei, og það er jafnvel sko viðurkennt af svona talsmönnum verkefnamiðas vinnuumhverfis að atriði eins og að skortur á næði og skortur á tækifæri til að einbytta sér og slíkt að það sé eitthvað sem að verkefnamiða vinnuumhverfis sé sem sagt hafi ekki góð áhrif á það en það þykir bara í lagi sem fórnarkostnaður virðist vera. Þykir líka í lagi sem fórnarkostnaður að missa líkil starfsfólk bæði vegna heilsufarsvandamála í kjölfærið og vegna þess að það segju upp. En ef þetta er ný hugmynd og líki ekki fyrir svona rannsóknir sem sína gæði hennar, hvernig getur þetta ratað inn árið stefna ríkisstjórnarinnar? Það er mjög áhugavert nefnilega að hugmyndin í sjálfu sér er ekkert annað en sko sami gamli grauturinn í nýri skál vegna þess að hugmyndin sem slík er meir en 100 ára gömul, hefur verið rannsökuð í þaula, hún hefur verið kennd við vísindalega stjórnsýslu upphaflega og einnig við taylorisma og þetta er í raun stefna sem að hefur mjög víða verið keyrð í gegnum opinbera stjórnsýslu sem kenndar við New Public Management sem að var fundur upp snemma á 9. áratugnum og er líka kennd við thatcherisma og þetta er svo stjórnsýsla sem að Íslenska ríkið hefur haldið sér við eins og hundur á róði sem er mjög undarleg, það fylgir meðal annars í þeirra háskólinn þar að leigja sjálfum sér eigið húsnæði, greiða sjálfum sér fyrir notkun á kennslustofum sem þýðir að rýmið er verð nýtt en ella. Það er að vera búið til markað úr öllu. Já, og þetta er í raun og veru bara gamaldags nýfrjálshyggja og sem er verið að boða í nýjum búningi dulbúið í einhverjum frösum sem að standast ekki rannsóknir og það er nefnilega alveg sérstaklega áhugavert að hvernig þetta kemur út úr rannsóknum og þegar að við spurjum þessar jákvæðu rannsóknir að þess að helsta gagnrýni sem að við fáum og ég vil taka það fram hér að við erum
núna ríflega 600 manns sem höfum skrifað undir undirskriftalista gegn þessu. Það meiri hluti akademiskra starfsmanna við Háskóla Íslands sem hefur skrifað undir þetta. Ekki bara við menntaða vísindasvið. Nei, við erum öll sameinuð gegn þessu og ég held að stjórnvöld átti sig bara ekki hreinlega á því hversu sameinuð við erum. Að helsta gagnrýni sem við fáum á móti að við séum kannski bara að handvelja einhverja rannsóknir sem staðfesti okkar skoðun og við spyrjum á móti, sýnið okkur hinar rannsóknir þegar við erum vísindamenn, við viljum sjá þær, við skulum lesa þær með opnum huga. En þær rannsóknir virðast ekki vera til eða í það minnsta þá vill enginn reyna að draga þær fram. Þannig að rökstuðningurinn fyrir flutningi okkar úr hefðbundnu vinnurýmum yfir í þetta því afsakið rugl. Það enginn rökstuðningur fyrir því annar en sparnaður og það líka niðurstaða allra rannsókna að það eina sem verkefnamiðuð vinnurými ganga út á, samkvæmt hugmyndafræði Feldhöen og fleiri aðila, sparnaður í rekstrakostnaði, ekkert annað, ekki gæði vinnunar. Þetta var reynt fyrir nokkrum árum í háskólanum í Malmö, Svíþjóð. Það var tekin í notkun ný bygging þar sem heitir Niagara og 2015 og með svona verkefnamiðum vinnuumhverfi. Og það var bara og það hafa verið gerða rannsóknir á það voru gerða rannsóknir á starfsfólki þar í kjölfarið. Fyrst, það var rannsókn sem var gerð 9 mánuðum eftir flutning og svo var svona viðtalsrannsókn við bæði akademístarfsfólk og millistjórnendur og það bara var gríðarleg óánægja með þetta og starfsfólki vildi ekki hlýða þessum reglum að það mætti ekki eigna sér fast borð og komið ljós að það var náttúrulega bara mikil borgaralega óhlýðni með það að fólk fór að reyna að eigna sér borð og það Hvernig þá með því að setja svona blómapottir sinna á borðið? Já, með því að skilja eitthvað eftir á borðinu sko og reynda að sitja alltaf við sama borði dag eftir dag og það starfsandinn versnaði, það voru samskipti minnkuðu og þannig og það var líka sko það sem að eitt af því sem þótti slæmt það var að þetta hafði svo neikvæða áhrif á svona akademiska sjálfsmynd af því að fólkinu fannst þegar það kom inn í bygginguna að það væri að koma inn í flugstöð eða rútustöð en ekki háskóla og það skiptir bara heilmiklu máli hvernig maður upplifir vinnustað sinn. Þannig getur bara unnið á Starbucks. Einmitt og þannig að það sem gerðist svo var að 2 árum síðar var bara ráðist í kostnaðarsamar breytingar á húsnæðinu til þess að breyta þessu. Þetta hlýtur að vera kostnaðarsamt að koma í þetta horf sem stemt því að þetta hafi verið að breyta hótelhæðunum í svona opin rými. Þannig það hafi verið að brjóta alls sem eitthvað ekki þarna. Og það stendur til að gera sömuleiðis í öllum öðrum byggingum smá saman eftir því sem að sem sagt, núna til dæmis íslenskan á næsta leiti, íslensku og menningardeild ástand með stofnun Árna Magnússonar að fara að flytja yfir í glænýtt hús íslenskunar. En það ekki svona, eða? Nei, það nefnilega áhugavert. Það vegna þess að teikningarna voru samþykktar áður en ríkisstjórnin tók upp þessa stefnu. Það stóð samt til að breyta teikningunum og það þurfti heilmikið stapp og stríð og arkitektinn sjálfan til þess að standa á móti því og endanum þá áttuðu þau sig á því að öll endur hönnun rýmisins yrði svo rosalega kostnaðarsöm að stjórnsýslan lúffaði. En Árnagarður hins vegar, þau myndu rífa allt innan úr honum. Það hef ég fengið. Sem hús byggt hvað, svona 60 eða eitthvað, 70. Og það þangað á að flytja sem sagt deild heimspekisagfræði og fornleifafræði sem sagt mig og þannig að ára verður að flytja deildirnar svona fram og tilbaka til þess að geta breytt þessu svona meðal annars en líka í þessu tiltekna tilviki til þess að sameina deildina undir einu þaki sem að hún hefur verið klofin á millibygginga sko. Og það var hugmynd sem að við höfum verið spennt fyrir sko, þangað til við fórum að heyra af þessum fyrirætlunum þá svona hefur okkur nú ekki litist eins vel á það. Það mjög áhugavert að fá alltaf framan í sig að þess að hann frasa að ekkert hafi verið ákveðið í þessum efnum þegar að maður fær nú samt að heyra það á fundum með stjórnendum að þetta sé nú bara víst ákveðið varðandi það allt það sem að felur í sér verkefni við vinnurými og við vitum alveg hvað það þýðir. Við höfum lagst í
í ítarlega skoðun á því og skrifað það og það þýðir að veggirnir verða rifnir innan á Árnagarði og hæðirnar verða opnar með einhverjum mögulegum fundarherbyggjum og svoleiðis símaklefum og einhverjum rýmum en þetta bara ekki aðstaða sem er boðleg til þess að stunda rannsóknir í. Ok, en það ekki þannig að háskólinn á sitt eigið húsnæði? Hvað kemur honum við hvað ríkisstjórnin að samþykkja okkur fundum? Þetta áhugavert mál vegna þess að það eitt sem að kom í ljós eftir að okkur hafi verið tjáð að Háskóli Íslands í raun og veru sæði sér skuldbundin til þess að fylgja viðmiðum húsnæði frá framkvæmdasýslu ríkisins. Kemur í ljós að það ekki satt. Framkvæmdasýsla ríkisins hefur ekkert vald til þess að djöflast í okkar húsnæði vegna þess að Háskóli Íslands stofnaði sitt eigið húsnæðisfélag sem rekur allar fasteignir háskólans en núna hefur það verið á teikniborðinu síðan 2008 þegar að kennara Háskóli Íslands sameinaðist Háskóli Íslands og varða menntavísindasviði að það var hluti af samkomulaginu að menntavísindasvið myndi flytja vestur á Mela og fá sitt eigið húsnæði og reyndar var það orðað þannig að það fengi sína eigin glænýju byggingu og svo kom hrunið þannig að svo gerist ekkert í ára raðir þangað til að þessi hugmynd kom upp, kaupa Hótel Sögu okkur leist mjög vel á það var frábær hugmynd kannski ekki besta húsnæði í heimi en fínt og háskólinn veitir rektor umboð til þess að semja kaupa á þessari byggingu hann fundar með ráðherra setur fram kröfuna verkefni við vinnurými, rektor samþykkir það bara þannig sem að þetta gerist. Og hvað ráðherra það? Fjármálaráðherra. Fjármálaráðherra, já, þetta ekki fagráðherra. Nei, að þetta húsnæði og peningar þá heyrir undir fjármálaráðherra sem orðið ansi valdamikið ráðuneyti, miklu valdameiri heldur að var þegar að til dæmis háskólinn heyrði raunverulega undir menntamálaráðuneytið. Þetta hefur breyst. Það sá sem með buddunar ræður. Það virðist vera og það virðist vera það eina sem skiptir máli að það á að ná fram þessum spartnaði með þessum hætti. Og þið að segja það að þessi hugmynd að þetta sé leið sem til góðs fyrir háskólan eða samfélagið sé bara byggð á þetta eiginlega skoðun fyrir einhver en þekking. Já, og mér finnst eiginlega sérstaklega undarlegt í þessu öllu saman að það gerur samningur kaup á þessu gamla hóteli sem bygging sem barn síns tíma fyrir allt að 6,5 milljarð. Þegar við eigum húsnæði sem fullnægjandi að öllu leyti nú þegar og hefur grunnkostnaðin 0 í samanburði við 6,5 milljarð. Og það það sem að menntavísindasviðið núna, gamli kennaraháskólinn. Já, og vissulega ýmislegt sem að því húsnæði, það mygla og það fleira, en kostnaðurinn við að laga það húsnæði því aldrei svona hár. Og þess utan þá verið að rífa eldgömmul byggingarefni út úr þessu hóteli sem gríðarlega óumhverfisvænt undir því yfirskinni að það sé svo óumhverfisvænt að hver og einn hafi sína eigin skrifstofu sem eru þegar til staðar og búið að byggja og vel að merkja við notum. Því alltaf haldið fram að einkaskrifstofu standi auðar. Það bara fólk sem að veit ekkert það hvernig háskólakennarar starfa sem heldur því fram. Mátti endilega bara kíkja heim svo til okkar í Stakkarhlíðinu og sjá hvernig Ég ætlaði að spyrja þau ykkur næst hvernig vinnuaðstöð ykkar í dag? Já, ég með aðstöðu í Gimli og þriðju hæðinni þar og húsið sem að Maggi teiknaði einmitt, jú Er það gott hús? Það ágætt hús það svona, það svona ekki kannski mitt draumahús en ég allavega með minna skrifstofu Hvað er þetta með stóra skrifstofu? Ég veit ekki hvað ætla hún sé kannski svona, hún kannski svona 12 fermetrar, myndi ekki skák svo leiðis. Hún kemur fyrir skrifborðstóla, tveimur bókaskapum, einum stól til þess að taka móti og einum sófaðn út í horni. Já, sirka svo leiðis, sko. Ég með svona 2 litla hægjendastóla og lítið kringlótt borð á milli þeirra og svo ég með náttúrulega skrifborð og nokkra bókaskapa. Og þetta fjölnótarými, þannig að situr og skrifar, þannig að tekur á móti nemendum og doktorsnemum Einmitt, þarna koma, nemendur og
og vinnufélagar, kollegar við náttúrulega þannig og ég meina það er Þetta undirbyrðu kennslu og þarna stundur rannsóknir. Einmitt, þarna ég rauninni gera allt nema ef það eru fundir þar sem þurfa að vera kannski fleiri en 3-4 þá þarf eitthvað annar rými og náttúrulega kennslan í kennslustofum en að öðru leyti get ég gert allt þarna í. Og þú ert sátt við þetta? Ég er sátt við þetta, já, og þetta má segja að þetta sé vinnurými sem hæfir flestum þeim verkefnum sem ég vinn, þannig að þetta er mitt verkefna með að vinnurými, getum við sagt. En þá myndi hollendingurinn segja líklega, það er bara vegna þess að þú hefur aðlagað að þessum gömlu hugmyndum háskóla. Jú, ég er með einhverja staðnaðar hugmyndir og vinn ekki rétt og eitthvað svo leið, sko. Svo er eins og aðeins öðruvísi varið á menntavistasviði sem að allt nám með fáeinum undantekningum í raun og veru í boði sem fjarnám. Við kennum mjög lítið á stað. Í kjölfærið á COVID-faraldrinum það sem að gerðist við Háskóla Íslands sérstaklega á menntavistasviði þar sem við höfum verið með fjarnám mjög mikið til að byrja með þveru öfugt við þróun til dæmis í Evrópu þar sem að fólk kýs frekar að vinna heima hjá sér. Við höfum í auknum mæli farið að kenna á skrifstofunum okkar sömuleiðis. Þannig að það sem við bætist við og það sem að ég var að lýsa að þetta er líka kennslustofa. Já, og það er kennarapúltið. Akkúrat og þannig sé ég fram á það í haust á meðan ég held ennþá skrifstofunni áður en við erum flutt á vergang að ég muni kenna vikulega á skrifstofunni minni þeim staðnemum sem mæta sem eru örfáir, kannski 2-3 í hverju litlu námskeiði og þeim að rúmast rétt svo í hotninu á skrifstofunni minni og öðrum yfir netið. Okkur er svona mikið fjarnám? Það er nú aðlega vegna þess reyndar að kennaranemar eru yfirleitt eldri heldur en aðrar háskólanemar. Þetta er fólk sem hefur kennt árum saman og er að afla sér réttinda og það er þegar í vinnu sem kennarar kemst ekki á dagvinnutíma. Þannig að þetta varð ofan á, ég man ekki alveg hvaða langt síðan, kannski fyrir 10 árum eða svo. Herðu, en 600 akademískir starfsmenn háskólans hafa skrifað undir andstöðu sína við þessar fyrirætlanir og það er meirihlutinn. Og svo lýsið þið hins vegar að þið farið á fundi þar sem á að vera samráðs og það er ég heyri hvað þú segir er sagt og svo á næsta fundi kemur ljós að það var ekki að hlusta. Hvernig er það náðu svo fram? Hvernig er það að berjast? Hvað getið þið gert? Þið voru þannig borgarlega óhlýðni en það er þeirra allt garð gengið. Hvað getur meirihluti háskólastarfsmanna gert til þess að stoppa svona fyrirætlanir sem er eiginlega svolítið óljóst hvaðan koma? Hver er tekur ákvarðina, hver er að þrýsta þessu gegn? Hvað er þið í hvernig ætlaði að hringja? Sko, ég vil eiginlega líta á þetta þannig að við séum í raun og veru ekki að berjast við neitt þannig lagað. Okkur þætti mjög vænt það ef að stjórn háskólans myndi í staðin fyrir að svona gera lítið úr málflutningi okkar að hlusta á okkur mögulega viðurkenna að það voru mistök að kaupa Hótel Sögu á þessum forsendum, koma til samtals við okkur vegna þess að við eigum alltaf að geta staðið saman akademísk gildi og það er raun og verið það sem við viljum. Ef að það á ekki að hlusta á okkur þá höfum við raun og verið bara eitt verkfæri í okkar kistu og það er það sem að er réttur hvers vinnandi manns, það er verkfallsrétturinn og við erum alveg, held ég 600 manns cirka tilbúin til þess að beita því verkfæri ef ekki verður á okkur hlusta. Við getum lamað háskólan á 5 mínútum. Það verður að vera, ef ég þekki reglunar, þá verður að vera hluti að við kröfum sko kjör. Þú getur hengt eitthvað svona með en þú mátt ekki verið verkfall út af vinnuðastu. Þú mátt ekki bara fara í verkfall ef það er liður í eða samningsáætlun sem hefur lögð fram til sáttasemjara og aðeins vísaði yfir að hafa ekki eftir þá máttu að vera verkfall. Það er vissu rétt. Það er búið að taka af okkur, við með ekki verið setuverkfall eins og niður. Það er vissu rétt. Hins vegar er ekkert sem segir að við munum ekki gera það. Það þarf ekki að hlýða þessu. Nei. En þannig að það sem er að í þessu máli
ekki endilega fjármálaráðherrann sem er kannski með ranga skoðun, heldur það að háskólinn hafi fallist á rök fjármálaráðherrans? Já, það má segja það og það er náttúrulega það er það sem er alvarlegt í þessu, svo sem áttu að gæta að réttindum ykkar og vinnuaðstöðu, hann tók upp kröfur mannsins sem er betur. Hefur ákveðið að ganga þeim kröfum sko. En auðvitað, sko, mér finnst það áhyggjefni líka að það sé verið að það standi til að setja 65% ríkisstarfsmanna í svona vinnuaðstöðu sem að þó að hún sko virðist koma einstaklega út í háskólum að þá kemur hún ekkert vel út á alls konar öðrum vinnustöðum heldur og þannig að það er auðvitað slæmt líka en svona einmitt það sem að svona snýrað okkur er náttúrulega okkar vinnustöður og þar er það áhyggjefni og bara leiðinlegt að rektor skuli ekki hafa ákveðið að standa með sínu starfsfólki eða hafi einhvern veginn vanmeti stöðuna sko. Þetta er líka mjög alvarlegt inngrip ráðherra og stjórnvalda inn í sjálfstæði háskóla sem að eiga að vera tryggð með lögum en í raun og veru ef að stjórn háskólan sé til í að taka nokkuð skref aftur, hlusta á okkur og taka slæði með okkur, þá munum við öll sömul fylgja okkur að baki rektor. Það er í raun og veru, þetta er ekkert flókið. Það er enginn sem að getur þvingað þetta í gegn. Ef að rektor stendur með okkur, þá getum við staðið vörðum akademisk gildi algjörlega óháð því hvað einhverjum ráðherrum finnst. Þetta kemur ráðherrum ekki við. Gangi ykkur vel í þessari baráttu. Ég ætla að aðtóka hvort þú getur fundið fleiri dæmi þessi verkefna miðuðu rými. Ég veit til dæmis að skatturinn og tollurinn er að flytja í ný innréttað leiguhúsnæði. Það var komst fjármálaráðuneytið að því að það veri hagkvæmara að skatturinn leigði heldur en nætti húsnæði. Þannig að kannski voru röki fyrir því að það átti að vera minna húsnæði með eitthvað svona aðferðum. Ég ætla að halda fram að kanna þetta. Því að ef þetta er stefna stjórnvalda þá skiptir þetta það er ekki 10.000 manna sem að það mun hægt og bítandi breyta að vinna þessu. Það hlýtur að vera. Herðu, Eyja og Arngrímur, kærar þakkir fyrir að koma. Takk fyrir.